Let's go. Komið sæl og velkomin í hlaðfréttir. Við erum komin að koma gest, Fansi. Og rosalegu gestur, velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að koma. Já, takk og svo fyrir að fá mig. alveg heiðalegu, hún er komið annað sinn. Við tókum upp viðtal við hana fyrir 3 dögum, nema við íttum aldrei á rekk. Já, þú ætlaði bara að segja frá því? Já, ég ætla ekki að ljúga hlustundum, sko. Ok, ég var alveg tilbúin að ljúga. Já, þú ert meiri lygar en ég. Ég lýg ekki. En síðan þú komst og við klúðurum senast, þá hef ég verið að skoða meira efnið á YouTube og Facebook og svona á Instagram. Já. Þú ert huge. Ása Steinas er hjá okkur. Já, þú ert með rosa fylgjendahóp á þessum miðlum. Já, það er rétt, sko. Hvað, ertu búin að taka saman tölunar? Hvað er þetta mikið cross-platforms? Herra, ég held að það sé, er það komið 2 milljónir? Það er rosalegt. Það er Instagram svona nálgast 1,6. Facebook var að fara yfir halva. TikTok 700 og YouTube 150 eða 130, man ekki alveg. Wow. Og ertu skilgreinur í þig sem influencer? Eða hvaða starfstitil velur vera að nota þegar einhver spyrir þig eitthvað svona, what do you do? Já, sko, mér finnst alltaf erfitt að svara. Mér finnst kannski svona, þú veist, maður gera alveg meira en það, en jú, þú veist, ég alveg lifi, þú veist, inn í orðið influencer. Þegar ég var að byrja, þá var ég mjög svona viðkvæm fyrir því. Ég var bara, þú veist, nei, ég er ljósmyndari eða En svo, þú veist, og ég byrja kannski svolítið þannig, þú veist, að ástríðan kemur út frá ljósmyndun. Og þegar ég byrja að pósta á samfélagsmiðlum, þá er ég meira svona að pósta landslægi, ég er að taka portréttmyndir í Indlandi, þú veist. En svo bara þróast maður með samfélagsmiðlunum einhvern veginn. Þannig að vinna mín er búin að breytast svo oft, sko. Og maður gerir bara það sem að algoritminn vill, þú veist. Þannig að svo fór ég bara að taka eftir því að þegar ég setti sjálfa mig fyrir fram á kameru, þetta varð mjög meira persónlegur vinkill, að þá bara gekk efni miklu betur og maður fekk meira áhorf. Þannig að það er mikilvægt að vera, þú veist, persónlegur, sko. Já, frekar en að setja bara einhverja myndir af einhverjum fjöllum og enginn að gera neitt, eða hvað? Þú veist, það virkaði á einhverjum tímpúnti, í dag virkar það alveg alls ekki, sem meikar alveg sens, bara með gervigreind, þú veist, það getur eiginlega bara hver sem er sest niður og búið til mynd af fjalli, en það getur enginn verið þú, þannig að that's your superpower. Þannig að þú ert ekkert smeyk við þessa AI þróun alltaf, að AI sé að taka yfir og fara að gera alla vinnuna fyrir mann og... Sko, fyrst til að byrja með var ég ekki. Smá skelfingarsvipur framan í þér. Maður verður alveg viðurkenna að þetta er alveg mjög hröð þróun og ég sá vídeo daginn sem að ég held að sé nokkuð örugglega byggt á mínu vídeoi. Þetta er hafið ekki séð húsið í Vestmannaeyjum, þetta er svona ein eyja og eitt hús. Jú. Og ég er búin að byrta alltaf mikið að drónaskotum frá þessari eyju, þetta fyrir alltaf væral. Svo sá ég vídeo og þetta er bara eitthvað How the loneliest house in the world was built. Og það er svona skip sem siglar eyjunni og svo svona fullt af traktorum sem keyra og svona timelapse af húsinu byggt og svo svona drónaskot reveal sem er náttúrulega mjög líklega byggt á mínu skoti. Og þetta var svo raunverulegt og kommentin voru bara this is crazy, why are they building a house there? Þú veist, og þá fekk ég bara svona fuck. Og þetta var allt svona fake, eða bara eiga bjóð til þetta vídeo? Þetta er bara ekkert að þessu. En hefur farið þarna á að segja við það? Nei, en ég er að vinna náið með Vestmannaeyjum og ég var einmitt að biðja að fara með mig þangað í sumar, þannig að þau eru búin að lofa mér að fara þangað, en þetta er bara klifur að komast þarna upp, sko. Já, þarf að vera bara í bandi og... Já, þetta er bara víst, bara ekki verið lofthættur. Hver á það pælingi með þessu húsi? Uppalega, vitum við það? Var þetta ekki fyrir lunda við það? Jú, þetta er svona veiðifélag. Já, ég held það, og er ekki einhver kindur þarna, það er ég að byrja það? Jú, þau taka kindurnar upp með reipi. Akkurat, maður sé það. Og ég bara myndi að fá að sjá það líka, mér langar bara að sjá kind upp með reipi. Við komum með? Þetta er verðurlega stemningsverð. Já. Mér var alltaf langað að fara með krakkana til eyja þegar písunar er að, það er verið að veiða þær og sleppa þeim og svona. En það er alltaf okkur tíma þegar ég er upptekinn, sko. Ég held að það sé geggjuð upplifun, sko. Er ekki haustin, ágúst, september eitthvað? Hefur þú gert það, Ása? Já, ég fer á hverju hausti, sko. Er það? Nei, alveg? Jú, þetta er geggjað, sko. En eyjamenn eru smá viðkvæmir fyrir þessu, sko. Því þeir vil ekki fá svona ómikið kannski af utanakomandi, þú veist, þetta á svona að vera fyrir krakkana í bænum, sko. En maður það bara vingast við eyjamenn og þeir kenna manni að veiða písurnar og þetta er geggjað og líka bara, þú veist, jafnvel þú ert ekki að veiða písurnar að fara bara niður á klettana degi til og sjá fólk sleppa þeim, þú veist. Strákunum mínum fannst það bara nægilega mikil upp. En er allt endalaust af písjum þá í bænum? Eða hvernig
Er þetta bara ákveðnum stöðum eða? Þær koma sko niður á nóttinni. Þú veist, fyrsta skipt sem ég gerði þetta, ég og maðurinn minn vorum eitthvað að svæfa börnin okkar og lappum bæinn og við vorum bara, þetta er bara ekki fucking sjens og þú veist hvað, og maður bara finna einhverja bysju, þú veist, og það var ekkert að virka og að vera þarna, þú veist, maður þreyttu með börnum miðan nótt, sko. Já, gengur ekki. Já, svo bara ringdi þeim niður. Nei! Og ég fekk bara svona sjokk, það er bara svona að koma úr loftinu og við sáum fyrstu pysun okkar og bara, þú veist, maður bara hljóp, bara, oh my god, þannig að þetta er Hann tekur hann og setur hann í box og já, fer með hann eitthvað. Hún er bara eitthvað áttavilt, skilur, bara brotlendir í bænum og það er bara að hlaupa eftir henni, ná henni, setja henni í box. En akkur á þessum tíma, þá verður eitthvað áttaviltar og brotlenda á eiginu og ég skil ekki neitt. Þá fara það vantir úr hreiðri. Já, fara úr hreiðri, sko. Og það er nota tunglið til þess að finna rétta átt en bæjarljósin, þú veist, gera áttaviltar. Þetta er alveg eins með máva sem að lenda á fristitórum út á sjó, þeir verða bara rugglaðir. Þeir eru út á sjó en eru á einhvern tógara og þá geta þeir ekki flogið burt, það þarf að taka það og henda þeim út. Og sérstaklega snjór, þá verða alveg fáránlega rugglaðir, bara vita ekkert hvað er ekki. Bara fljóða einhverja áttir. En segðu okkur aðeins frá sko þínum bakgrunn, nú ert að vinna alfarið við það að gefa út myndbönd á netinu. Hvað er miðaldra lýsing hjá mér? Gefa út myndbönd á netinu. Þú ert að, hvernig er að lýsa því sem þú gerir? Content creator. Já, það er meira það. Þetta byrjaði snemma. Já. Þú fær áhuga á ljósmyndun þegar þú ert ung. Já. Svo vext það eitthvað. Þú veist, mér finnst alltaf pínu erfitt kannski að lýsa í, þú veist, hvað maður gerir að því engin dagur er eins og við gerum rosalega margt. En já, síðan 2018 að þá hef ég unni bara full time við samfélagsmiðla og í gegnum það koma bara ótrúlega tækifæri. Þú veist, stundum er að vinna með fyrirtækjum og það er mismunandi hvað fyrirtæki vilja. Þau vilja stundum bara sýnileika á mínum miðlum en við höfum alveg farið út í allt það að búa til herferðir og jafnvel sjónvarpsauglýsingar fyrir fyrirtæki, sko. Og en svo er það, þú veist, hef ég mjög mikla trú á mátt samfélagsmiðla því ég hef bara séð það, þú veist, frá mínum tölum og það hafa verið tímabili okkur þar sem að við erum með, þú veist, 60 miljón áhorf á mánuði, allt niður í 30 miljón áhorf og svo svona, kannski average er 18 miljón áhorf á mánuði, þú veist, þannig að stundum einhvern veginn leið mér sem að vera eitthvað svona að reyna að útskýra mátt samfélagsmiðla fyrir fyrirtækjum, en kannski er eitthvað svona alveg að fatta, þannig að þá fekk ég líka smá bara svona, heyri, ég er bara að fara að gera mitt eigið, sko. Þannig að í gegnum það hef ég stofnað netnámskeið, við höfum stofnað ferðafyrirtæki, þannig að við erum með svona húsbílaferðir. Þegar þú segir er það að tala um þú og maðurinn þinn? Já, ég og maðurinn minn og svo núna nýlast vorum við bara að opna fatamerki og þú veist, við erum svolítið svona stefna á því að það sem að við lonsum, við viljum að það sé alltaf bara sold out. Það er svolítið svona markmið okkar. Þannig að, þú veist, við höfum alveg nokkur svona gefið út fatalínur og það er alltaf selst upp og við viljum halda því þannig. Hvað heitir brandið? Og okkar brand núna heitir Fjara. Fjara, já. Þannig að það var bara svona íslenskar ullapeysur en ég hef líka verið að gefa út línur, þú veist, með 66 Norður. Við gerðum íslenska ullapeysur saman. Þannig að já, svona svolítið að reyna að halda hæpinu, sko. Já. Þannig þú ert ekki að horfa á íslenska markað þegar þú ert í vinninni og svolítið að horfa bara vítt á heiminn. Þegar ég byrjaði þá fór ég alltaf inn í þetta með það hugafar bara að horfa stórt, sko. Og en við erum náttúrulega unnið með mjög flottum íslensku fyrirtækjum og það var komið þvílíkt tækifæri gegnum það, bara Icelandair, Bláa lónið, 66 sem hefur verið geggjað, sko. En ég hef líka verið mjög heppin með það að fá að vinna með risastórum alþjóðlegum fyrirtækjum og líka bara boltinn svona hefur fyrir að rúlla og er bara alltaf að rúlla hraðar þannig að bara meira þess að síðastlega ár þarf að vinna fyrir sko bara mjög stór fyrirtækin svo Hasselblad, Leica, ljósmyndar, merkið Audi, við erum að gera verkefni með Porsche í sumar. Ég er búin að vera ambassador fyrir snjóslega fyrirtæki sem heitir Skidoo. Þannig að þú veist, þetta verið alveg bara þvílíkt tækifæri en það er kannski líka, þú veist, gott að minnast á það að, þú veist, minn aðgangur varð eiginlega svona einna stærstu aðgangum í heimi þegar kemur að þessu nísi, þú veist, útivist, ævintýri, svona einn af þeim stærstu og það er líka það að ég er kona, þú veist, að því í mínum heimi þá var þetta mjög karllægur heimur og þegar ég byrjaði þá var ég ekki með margar kvennfyrirmyndir, þú veist, konur
svo voru bara að gera skíðaefni á samfélagsmiðlum, fjallgöngur, útivist. Þannig að það hefur svona verið kannski mín sérstaða að þessi stóru alþjóðlegu fyrirtæki, þau vilja tengja sig meira við konur og þá hefur ekkert verið það margar að velja. Nei. En hvernig byrjar þetta? Þú opnar bara einhvern Instagram-reikning fyrir einhverjum x árum síðan og svo bara byrjar að taka einhverjum myndir og þetta komið 100 followers og svo 1000 og svo, þetta getur bara að vinna mín. Svo kemur eitthvað spæk út af einhverju, væntanlega. Já. Varst einhvern skóla eða hvað varst að gera fyrir allt þetta? Ég er þetta að veita, þetta er viðtal nr. 2, en segðu hvernig þetta frá því. Við erum samt búin að fara við öllina. Já, ég fer í skóla. Já, segðu hvernig frá því, það er svo gaman. Ég var í Kvennó og eftir mentó þá fer ég í háskóla, sko. Og planið var nú að taka eitthvað gap year, eitthvað enda í HR í heilbrigðisverkfræði. Og bæti við mig líka tölvunafræði en eftir verkfræðina þá fer ég út á vinnumarkaðinn, sko, fyrir að vinna fyrir æsfarma, en svona stuttu eftir það þá fer ég bara í einhverja svona lífskrísu. Svolítið bara svona, is this it, sko, bara, þú veist, er ég bara að fara að gera þetta? Maður einhvern veginn komið gráðu og komin í vinnu, þú veist, þannig ég bara svona fekk eitthvað smá panik, sko. Og þá tók ég svolítið bara svona upp í lífinu og fór að ferðast mikið, flutti á tímabil til Tyrklands að vinna sem farastjóri og í kringum þetta opna ég ferðablogg, þú veist. Ég var búin að vera að gera þetta það lengi að á þessum tíma þá voru samfélagsmiðlar ekkert byrjaðar á fullum krafti, sko. Það voru bara allir í bloggunum, sko. Hvað árið er þetta? Þetta er 2015. Er það tala vlog eða bara blogspot.com? Actually bara blogg, já. Þú veist, það voru ekkert komnir áhrifavaldar á samfélagsmiðlum. Þeir sem voru svona að lifa, þú veist, þessu lífi voru bloggarar og aðalega tískubloggarar, sko. Þannig ég var bara, þú veist, ég ætla bara að stofna ferðablogg. Langar fólk ekki að lesa ferðalög og þú veist. Þú elskar að ferðast? Já, og kannski langaði að gefa svona ráð, bara þú veist, hvernig getur við farið að ferðast eða kannski þénaði peninga erlendis. Ég var búin að vinna mikið erlendis, bæði í Noregi og Tyrklandi. Þannig mér langaði bara svona að deila ráðum, sko. Og og ég man, sko, að þú veist, Instagram var svona aðeins byrjað meðfram þessa, því man fyrstu 5.000 fylgjendurnir voru Íranir. Eftir ég hafði verið að ferðast Íran í mánuð. Og ég skrifaði svolítið svona controversial bloggreinar dvöluna mína í Íran. Hvernig þá controversial? Shit, það var að segja. Eitthvað Já, ég meina að þetta er ólíki menningar heimar. Já, þú veist, við vorum skilur með þú veist, ég var couchsurfa mikið, þannig ég var bara heima hjá fólki, sko. Innan veggja heimilisins var alveg verið að drekka vín og það var verið að reykja, þú veist, ópjóða. Maður hefur heyrt þetta að sé underground. Já, þú veist, þeim langar mikið að vera svona, þú veist, frjáls, sko. Þannig að ég fór svolítið svona að skrifa greinar þetta og þú veist, ljósmyndir og og fer eitthvað væral á einhverjum íranskum Facebook-hóp eða eitthvað. Og Íranum fannst bara geggjað, bara hvað hún er í Íran. Þeim finnst geggjað að, Það varst ekkert smeyk að fara til Íran? Þú veist, ég var eitthvað alveg smeyk, en bara leið og ég lendi, þá leiði mig bara svo öryggri, sko. Bara þetta er yndislegt fólk. Já, en stjórnin er kannski svolítið öfga mikið núna. En ég var svolítið rebel á þessum tíma, sko. Ég var mjög óhrætt. En voru foreldræðinir ekkert eitthvað ásætt, þú þekkt að fara til Íran? Faru bara til tenni. Það er fullt að dótið þar og faru bara síðan park og eitthvað. Ég myndi segja að ef þú væri dótið mín, ég var smá smeykur að þú væri að fara til Íran. Já, einmitt. Örgulega meira í dag samt, en hvað ár fórst þú til Íran? Þetta er 2016. Það var kannski Íran aðeins öruggari. En þegar þú couchsurfa, það getur bara verið hver sem þú veist, eða er það bara fólk sem er einmitt underground svona liberal fólk sem að bjóða upp á það? Já, þú veist, þeir eru með profile og skrifa manni og hann getur lesið reviews og þannig skilur hann alveg smá öryggi í þessu. En jú, það er auðvitað örugglega frekar svona liberal fólk. Já, og ertu á sófanum for real eða ertu bara með herbyggi? Sko, í Íran er mjög algengt að þú fá bara að sofa á teppinu þeirra, á gólfinu. Teppi? Já, þau eru náttúrulega svona teppi? Já, bara svona Iranian, Persian carpet, þú veist, það er ekki húsgögn heima þeim. Það er bara svona Persian teppi. Það er bara húsgagnið. Þannig að þú veist, við sitjum á gólfina bara hádegismat og allt þetta. Hvað geymaði þá bara hluti? Engar hillur eða? Drastskúfan, hvað er hún? Og, Nei, Óli Arnalds, hann er líka mjög vinsæll tónlistarmaður í Íran. Hann fann það út með einhverjum algoritma. Ég er mjög vinsæll í Íran. Þannig ég held að hann hafi verið fyrsti svona international tónlistarmaður sem spilaði þar sko í 40 ára eða eitthvað. Fekk leyfi til þess sko.
Hlaðfréttur í boði Subway og við hvetjum ykkur til að fá okkur veisluplattan. Hann fyrir 6-10 manns á aðeins 7.699 krónur. Orkusalan að sjálfsögðu með okkur liði og til dæmis getið farið þar bara í hleðslu orkuna og þá fá viðskiptavinir í hleðslu orku frá orkusölunni 20% afslátt af heimilisrafmagni. Þannig að fá ykkur þetta bara allt hjá orkusölunni. Ormsson eru okkar vinir. Það svo margt í boði Ormsson. Ég var að fá mér nýja þvottavél og þurrkara frá Ormsson og í alvörunni líf mitt orðið svona 30% betra. Lífið líka svona 100% betra ef þú notar póstinn í öllum þínum sendingum. Ef þú ert að senda, ef þú ert að sækja, bara pósturinn málið og postboxin, guðminn almáttugur, þau eru svo frábær, þægileg og sniðug. Svo það kranabíllinn.is og ef ykkur vantar kranabíl í eitthvað verkefni, stórt eða lítið verkefni, þá myndi ég mæla með kranabíll.is. Þetta fjölskyldufyrirtæki sem byrjaði 2022 og með 2 bíla og bara veljið kranabíllinn.is. En svo hefur hann ekki fengið að koma aftur. Hann segir þetta sama og þú að hann kemur inn okkur heimili og þá bara opnar fólk bara vínflöskur og fólk fyrir úr og ofan og það bara partí og gaman. Það bara reifstemning sagðan stundum. Já, þannig að þú upplegað þetta líka stærst. Já, kemur mann á óvart. Mjög áhugavert. En þinn algoritmi, það náttúrulega flesti bandaríkjamenn eða ekki sem að fylgja þér? Jú, það stærsti hluti Bandaríkjanna, Bretland, Þýskaland koma sterkir inn, miklir Íslands lovers. Já, tengist þetta svolítið Íslands svona dýrkun? Já, núna á seinni tíð, þú veist, þegar ég byrjaði þá var eiginlega bara allt mitt efni utan Íslands. Ég var svolítið bara svona, þú veist, ég var frá litla Íslandi, hér engin tækifæri, bara fara út í þann stóra heim, Þannig að fyrir COVID ég mikið ráðin í verkefni erlendis, en svo svona í COVID, mann bara festist heima og en þá fór ég kannski líka að sjá styrkleikan í því að tengjast Íslandi bara meira, Þú veist, fólk mjög hrifið af íslensku náttúrunni og algoritmannin líka alltaf að breytast, þannig að maður reynir svona að uppfæra sig með þeim og algoritmanir urðu meira nýs, þú veist, ég veit ekki hvort það hefur tekið eftir þessu, en bara að þú skoðar eitthvað bílavídeó, þá færðu bara 10 fleiri bílavídeó, þú veist. Þannig að maður fór svona aðeins meira í ákveðin nýs, og þá fórum við líka svona að selja Íslands kort og hjálpa fólki að bana ferð til Íslands og það hefur gengið mjög vel, Já, þú ert talandi um það, Ísland og húsbílaævintýrið hjá þér. Þið áttuð svona transit bíl og eru búin að fá nýjan, þið eru búin að uppgreita þann bíl. Ertu mikið svona útilegu kona? Já, ég elska alveg að fara í góðar útilegur og mjög góða minningar að ég bara verið með mömmu og pappa í tjaldi á þú veist, Þingvöllum og þetta voru alveg svona bestu æsku minningarnar en ég hef alveg líka átt mjög slæmar nætur í tjaldi, þú veist, blautar og kaldar þannig að við urðum mjög hrifin af húsbíla lífstílnum Ég held þú byggir í húsbíl þannig ég hitti þenni fyrir dag. Já, ég held það líka Já, ég held sem mjög margir sem halda þið hjónin og börnin að þið búið í húsbíl. Við séum bara svona að því maður sér svo mikið content þar sem að þið eru eitthvað í húsbílnum og gera eitthvað. Og þú sér það heldur ekki contentið þegar hún er bara heima hjá sér. En mér varst mjög áhugavert að vita að þú býr bara í Garðabænum og ert bara húsmóðir sem ert að búið til content ferðast stundum ekki þú ert bara að skutla og sækja og fer í búðina kaupa þér mat eins og við hinn þannig þú ert mannleg líka þú ert ekki alltaf bara að sjá stjörnuljósinn og eitthvað, hlaupum út allt. Nei, ég væntanlega hefur það breyst fyrir líka eftir að eignast börn aðeins grándaðri hvar þú ert og hvað þú ert að gera. Ég að finna þessi algengum mislingur sem búum í húsbíl. En færðu ekki þessa spurningu stundum? Ég fæ meira að búið ekki fyrir vestan og frá mjög mörgum líka búið ekki í Svíþjóð. Já. Þetta maðurinn er sænskur. Já, og við keyptum eitthvað hús í Svíþjóð þarna fyrir einhverjum árum síðan. En við endum aldrei á því að búa þar síðan, en þannig að fólk oft mjög hissa við séum bara búum í Garðabæ, en þetta kannski líka svolítið svona hvað maður sýnir á netinu, þú veist, það ákveðið öryggi fyrir okkur að sýna ekki, þú veist, staðsningun á húsin okkar í Garðabæ því, þú veist, það mjög mikið af fólki að fylgja manni og þú veist, ég á nána vinkonur sem hafa bara actually lent í svona stalker case, bara, þú veist, það bara einhver gæi frá Bretlandi eltar til Bali,
sem áhrifavaldur eða eitthvað svoleiðis Já, sem er einmitt með stóran fylgjendahóp sko, þannig ég er alveg vör þetta, þú veist, eða ef við erum á hóteli þá deili ég því, þú veist, nokkrum dögum of seint sko og þannig sko. Þannig að þú veist, maður er stundum eitthvað svona rugla í, þú veist, hvar maður býr og hvar maður er, þú veist, ég vil ekki vera nákvæmlega bara up to date hvar við erum, þú veist. Nei. Þetta er skeri heimur og þetta eru stórar áhorfa tölur sko. En sýnirðu börniðin? Já, en ég farin að minnka það sko, eftir hafa lesið þetta Epstein case, þá fekk ég bara svona bara, þannig að þau eru mjög lítið núna sko, ég held að næsta skrifa sér bara feysa þetta alveg út sko, eða þú veist, signa þá bara bakið eða langt í burti þegar við fjölskyldunum að gera eitthvað. Við erum 2 strákar, hvað eru gamlir aftur? Sko, annar er 9 mánaða, bara ennþá lítill og hinn er 4. Oh my god, Já. Þannig að mikill hraði á heimilinu. Maður finna það núna sko, svona nýfarin að finna fyrir, þú veist, við eigum 2 börn. Já, við séum mikill munur að fara úr 1 í 2. Sko, mér fannst það ekki að byrja með, en núna er þetta svona catching up, sko, oh my god, þú veist. Svona yngri, þú veist, að stækka og fá meira vit og ekki að sofa og eldri eitthvað, þú veist, ælir yfir allt herbyggið, þú veist, maður er bara stundum bara... Hvernig semið þeim? Er þið góður félagar eða? Það er svona að byrja núna, maður er fann að sjá svona sískinabond, sko. Það er mjög sætt. En þeir er alltaf heppnir að fá að ferðast með ykkur út allan heim að vera partur af einhverju svona húlum hægir, sko. Flestir fara bara til tenni eða einmitt eitthvað, ég veit ekki, eitthvað á einhverju basic staði. Þeir eru alltaf Billund. Billund, já, leikóla eitthvað svona, en þeir eru alltaf eitthvað út allt, á einhverju trilltum stöðum. Já, vorum í Óman núna í nóvember með báðastrákana. Það var geggjað. Það var náttúrulega áður en þetta byrjaði í Íran, sko. Já, var ekki svolítið heitt samt? Nei, mjög góður tíma að fara í nóvember. Okay. Bara eyðimerkur og geggjað land, sko. En gætir þú aldrei bara hugsað að fara bara í Legoland? Eða eitthvað svona, bara svona alveg basic? Bara svona... Jú, sko, ég var með smá fordóma fyrir tenni, sko, á tímabili. Já. En svo fór ég með eldri áður en yngri fættist og þá komst ég á tennivagninn sko. En varstu ekki að gera eitthvað svona töff hluti? Varstu ekki að fara upp í fjöllin og skoða einhverja lilla bæi? Já, ég fór aðeins í fjöllin sko. Varstu ekki bara á amerísku? Nei. Maður sé eitthvað svona content frá tenni að tenni er vist meira en bara ameríska ströndin og Siam Park sko. Það eru trilltir staðir þarna sko, en maður fer aldrei ángað. Nei, ég mælu með samt sko, við fórum að gegja sólsetur upp í fjöllunum og bara leiga bíl og Svali nú með einhverja ferðir svona, upp í fjöll og... Ég nenni bara ekki því að með börnin mín 3 og tenni eitthvað nú að fara einhverja svalaferð upp í einhverja fjöll. Það er kannski vandamálið, hún nennir þess ekki, hún nennir. Já, ég miklar þetta svolítið fyrir. Miklar þú ekkert svona smá fyrir þér, þú ert með krakkana þína, eitthvað svona komað með eitthvað og 9 mánaða og 1 brjálaður 4 ára og... Nei, ég held kannski svona þessi þurfa að gera eitthvað, sé sterkari en mikla sér fyrir sér þörfin. Sko. En er maðurinn eins? Hann elskar líka að elda þig út allt og... Já, sem betur fer, sko, þá er eiginmaður minn bara með mjög orkumikill. Hann er bara, þú veist, ég kalla hann alveg superhuman, sko, og alveg kemur á óvart, en og hefur alltaf verið, hann er bara mikill íþróttamaður og bara fáranlega mikla orku, bara svona golden retriever orku sko. En mér tekst samt að gera út af við hann sem veldur mér áhugjum sko, þegar ég sé hann bara gjössamlega buga hann þegar ég kom einhverja nýja hugmynd. Eitthvað meira, það ferast meira. Já. Er hann þá með svona, en hvað með svona, eins og bara við höfum talað um þætti, við sjáum kannski einhverja byggingu, Eiffelturnin eða einhverja kirkju og okkur bara svona, já, flott. Þú veist. Eru þið þegar þið sjáu einhverja byggingu eða eitthvað fjall, eru þið bara wow, djúvöldlega geða þetta horfið í svona 10 mínútur? Þetta hljómar mjög þunglindislega. Við tölum það senast að ég sá Grand Canyon og ég var bara hvað var borðað vala? Og hún við erum að horfa meira á þetta. Ég er búin að horfa á þetta. Hvað er ég svo að horfa meira? Þetta er geðvitt. Hvað er ekki einhver matur þetta nála? Það vantar smá þetta í mig og ég skammast mér alveg fyrir það sko. Ég veit þetta á að vera trillt en mér finnst bara meira næst að setjast niður og fá með kaldan og borða pítsu. Já, ég á mjög erfitt með að tengja við þetta því ég er bara svo sturla hrifgjörn, þú veist, og ég vil að allir hrifist með mér, sko. Já, þannig þú eri pirruð á mér að vilja bara fara að fá með pítsu og eitt kaldan. 100%, ég er bara... Gláftu á Grand Canyon, ég er búin að horfa á það. Já, hún myndi tjálta þar, skilur við, og kíkja. Til að sjá sólsetrið og sólarupprásin. Já, ég bara, og mér finnst það cool, sko. Ég var til að hafa meira þetta element í mér, sko, en hefur það alltaf verið svona, líka sem barn og mjög hrifnandi barn og... Já, það er eiginlega bara á síðastlinnum árum sem ég fattaði það er ekki allir svona, þú veist. Og þá horfði ég þetta eins tilbaka bara
þess að ég var bara að vinna í Noregi, einhverjum firði og bara stór hlutaði af hverju ég fór að vinna þarna bara að því umhverfið var svo fallegt og þegar vorum að keyra í fjörðin, þú veist, vorum 16 ára gamlar ég með vinkonum mínum og ég var bara svona límd við gluggann og svo er engin viðbrögð frá þeim og ég bara, þú veist, ertu ekki að horfa út gluggann, ertu að sjá þetta, þú veist, en ég er bara svona, og ekkert bara endilega hrifin af, þú veist, fallegri náttúru, líka bara svona upplifunagjörð, þú veist, mér fannst bara meira skemmtilegt, þú veist, bara upplifið hlutana sterkar en aðrir og Og það er komið nýtt nammi frá Nóa Sirius og það er að sjálfsögðu Nóa Poppið, súkkulaði húðað popp, guðminn almáttugur. Þetta er ekkert eðlilega gott og þetta er gott sko, að vera að húða popp, það er eiginlega bara málið. Það er ógeðslega gott sko. Ég alltaf fyrir bíó þá fæ ég með popp og nógokropp og set nógokroppið út í poppið en nú get ég bara fengið með poppið með súkkulaði. Nú er ég að grilla mikið fannar og hvað er best að gera þegar maður er að grilla? Túle. Það er að drekka túle. Túle. Sko það er komið þannig veður maður þarf að setja, hlustaðu, drykkina í kæli sko. Og heitta svo er Túle. Þannig að ég setja aðeins í fristinn. Túle. Ískaldur. Túle. Og svo ef við ætlum að panta til dæmis túle eða eitthvað annað þá bara heimkaup.is. Ég veit það og bara þeir eru líka með bækistöðunni í Netto í Mjótinni. Já, er það bara að kíkja heimsók bara? Já. Og fannst bara ennþá meira geggjaðara bara einhvern veginn, þú veist, bara fyrst eitthvað ekki geggjað, skilur. En er þetta eitthvað uppeldi? Eru foreldræðinni svona ævintýrakjarnir og duglega að ferðast og... Já, þeir eru það alveg, gera, sko. já. Mamma er búin að vera bara í ferða, eða þú veist, þeir eru bæði komin eftirlaun núna, en mamma var, þú veist, í ferðabransanum allt sitt líf, sko. Og pabbi jarðfræðingur og hann er líka svona upplifunar gaur og mjög tilfinningaríkur, sko, svona tilfinningabangsi og fæða kannski frá þeim báðum, sko. Já. En svo held ég líka ég sé svona bara. Já, áttu sískinni. Já. Og er þau líka svona, alveg bara trilltu sjá eitthvað hús og eitthvað gíl og... Já, einn bróðir, sko. Og hann er miklu jarðtengdar en ég, sko. Hann kem bara með mér í pítsu og eitt kaldan. Mögulega. Já. En var pappiðin, hefur ekki svolítið gaman að Reykjanesinu og eldsumbrotunum þar? Jú. Svona alveg fýrar í honum bara. En nákvæmlega, talandi upplifana gert, sko, svona atbyrðir bara elskar þetta, sko. Já. Hvað eldgósinn? Já, og bara eitthvað svona sem gerist, þú veist. Ég á minning af, 9/11 sem batskilur. Bara pappi kom heim og bara kveikja á sjónvarpinu eða þú veist, svona, kannski líka svona svolítið upplifana gert. Já, það er einmitt svona dagur sem maður man. Já, maður man eftir þessu, og þegar Michael Jackson dó. Já. Eitthvað fleira? Svona okkar Guðbless Ísland. Guðbless Ísland, já, gott sjátt sko. Já, ég man samt minna hvar ég var. Ég man nákvæmlega hvar ég var. Ég var út á sjó. Líka. Út á sjó. Já, það er að því að það er svo skrítið að vera það. Já, það var þetta auka skrítið út af því sko. Já. Ég var að vinna á sjó, ég var háseti. Já, ok. Fór eitt túr sko, en tala um þessin sjómann sko. Og þá voru allir glaðir, eða ekki? Af því að þá... Nei, ekki í mómentinu, en veist, það hrundi allt og þeir fór borgað í eurum og dollarum, þannig að launin okkar þrefölduðust á túrnum. Einmitt. Og menn hugsa ekki langt fram í tíman, allir ógstlega glaðir að allt var rokið upp sko. Svo kom bara hrun, agalegt sko. Mistu húsin sín og allt svona. En já, maðurinn, hann er mikill íþróttamaður og hann er mikill skíðari. Já. Mér finnst það ógstlega cool sko, að þegar Benni er náttúrulega miklu betur á skíðum en ég, var að æfa skíði sem barn. Það mynda mér það? Já. Ég er svona tiltölulega nýbyrjar aftur á skíðum. Þið kynnist í skíðaferð, þú og maðurinn, er það ekki? Jú. Mér finnst það er mjög rómantískt. Það var mjög rómantískt sko, að kynnast hérna í Ölpunum. Já. En já, hann sem sagt stofnaði fyrirtæki sem heitir The Ski Week og þetta eru svona skíða-ívendar allan heim. Þeir voru í Austurríki, hérna Ölpunum, Japan, Aspen og Kanada. Já. Og ég var eitthvað single að leita mér að einhverju góðri ferð og dró vinkonum mína með hann til Austurríkis og þetta var bara geggjuð vika, bara 400 manns saman, svipum aldri í fjöllunum að skíða, alls konar viðburðir, þú veist það var Oktoberfest, við dressum okkur upp í svona þýskum journal, svona lederhosen og skíðandi þannig að? Já, dansað á borðum, svona lönns úti í sólinni, Aperol Spritz, þetta var geðveikt. Við erum bara að opna túlið, heyrðu það. Það sérði mannin í fjarlægð og bara flugveldar og... Sko, það var pínu þannig, sko, en við fengum eitthvað svona app með eventunum og þar stóð bara Leo is the founder, if you see him, high five him og ég spottaði á eventunum ljósmyndara sem var að búa til allt samfélagsmiðla efnið fyrir vikuna
og ég hugsaði bara þetta er geggjuvinna, bara á næsta ári þá ætla ég að vera þessi gæi að gera samfélagsmiðla efni fyrir hennan event en ég setti mig þessi markmið þannig að ég var svona, ég þarf nú eitthvað að spjalla við hann þú veist, og ég spjallaði við hann á deginum þar sem að við vorum að skíða yfir svona sundlaug þannig að það var fullt af fólki sem að reynir þetta og ferð skíða niður brekkuna og reynir að komast yfir sundlaug. Og reyndir þú það? Ég reyndi ekki sko, þetta er svo brútal, það er bara 80-90% af fólkinu sem bara faceplantar og bara... Já, alveg saman þá svo góð á skíðum eða? Þetta kemur fólki alveg óvart sko, en þú veist, þetta kemur vist með æfingunni, en þetta er hérna, en já, bara gott skíðafólk líka bara, þú veist. Ertu á fjallaskíðum í þessu, eða hvernig skíðir eru best í að... Ég mögulega eru fjallaskíðin góð, sko. Það er ekki svona curved báð megin og... Það er ekki svona bakka eins til þess að, þú veist, ná svona... Jú, það er svona hallaði mikið aftur sko. Já, þetta er eins og að fara bara hratt og lenda í svona... Dóti, þá þarf það að passa þig hvernig, þú veist... Þetta er sama tækni og það sko. Já. En hérna, hann, Leo, hann sem sagt bara fer yfir hérna sundlaugina bara í jakkafutum, bara snýtir þessu og hérna verða að segja það heillaði mig sko. Já, eðlilega. En við förum eðlilega. Vá, hvað skíðaði vel yfir vatnið. Já, hann er minn þessi maður. Nei, ég meina, come on. Drullu töf. En við fórum ekki að spjalla og komumst náttúrulega bara því að við áttum mjög margt sameiginlegt og hérna, og ég, þú veist, ég segi alveg hans sálufélagi minn, sko, við erum, hérna, og svo bara viku setna var hann mættu til Íslands á leiðinni til, hann var að fara næsta event í Aspen, þóttist vera með stoppaður á Íslandi, en breytti fluginu sínu. Vel gert. Og svo fórum við bara að deyta, sko. Já, ok, og kött út, 2 börn og húsbíl og allt að gerast og Garðabærin og hann ennir alveg að búa hér það er, þú veist, svona, það er alveg betra að búa í Svíþjóð svona, það pælir í því Já, það er náttúrulega margt sem við söknum við Svíþjóð er geggja, bara sumrin og, og hann er frá litlum strandbæ í Svíþjóð, sko, sem er samt bara 7 mínútur í lest frá Malmö það er bara Malmö, bærin heitir Lomma Já, hvít ströndana hann segist vera sko beach boy, bara ólst upp á ströndinni þú veist, að surfa og sigla bátum þannig að þú veist, auðvitað langar okkar að gefa strákunum okkar þessa æsku líka, þú veist, þetta er náttúrulega bara geggjað, þú veist en hérna, já, við tókum smá skyndaákvörðan fyrir nokkrum árum, keyptum hana húsana, en svo bara fór boltinn að rúlla hraðar og öll okkar tækifæri hér heima og þú veist, öll okkar vinna hér heima þannig að mig ekki sans að flytja út, sko en einn daginn kannski og hann svona veit að því þannig að hann er alveg til í að búa á Íslandi og svo finnst honum það líka alveg ekki að sko. En hvað myndir segja að við séum marga daga á ári á Íslandi? Náttúrulega kannski aðeins öðru sem núna með 2 börn en svona on average, hvað ferðist þið mikið? Það er fyrir alveg að aukast, þú veist, dagarnir hér heima sko, ég myndi þess að segja, bara áður fyrr og kannski er alltaf svo lítill, þá voru miklu meira að ferðast hérna á konstant ferðalagi en núna svona þú veist, mikið af efnin okkar og verkefni eru hér heima, sko. Okay. Þannig að við erum meira heima og hérna, svona meiri hversdagsleiki inn á milli. Já, finnst þér það erfitt eða finnst þér það bara næs? Sko, ég nýt þess upp að vissu marki. Svo kemur bara svona tímapunktur hjá mér þar sem ég bara, nei, nú þarf ég... Að sjá okkar gil og vera impressed. Já, bara svona, þú veist, ég er bara með þessa svona frelsistilfinningu, ég get ekkert ekki verið föst of lengi í einu. En náttúrulega þú veist þessar strákarnir eru litlir og fyrsta árið og svona, mann alltaf bara mikið heima en svo, já, inn á milli að þá fer ég bara í mín verkefni og það svona heldur mér bara, þú veist gangandi, það er svona sane Já, ég meina, það getur alveg erfitt að vera heima með lítið barn og vera bara föst heima hvað þá fyrir konur svo þig sem vilt endast vera að sjá eitthvað og gera eitthvað og ég meina, það veist ég alveg það er það. Er hann ekkert að veiða kallinn eða? Leo? Eða þið eru kannski bara dýravinnir, þið viljið ekki skjóta dýrin. Ég get ímyndað með það. Sko, ég fíla að veiða, þú veist, pabbi fór alltaf með mig að veiða, sko. Jú, hann er eitthvað búið að vera búið í veiði, en það er bara eitthvað hitt illa á, en ég held að hann fari nú í sumar og haust, sko. Er það ekki? Það veiða ekki. Er það bjóða hann með það? Já, nákvæmlega. Ég rjúpuna? Leo? Já, ég reyndar væri til að sjá hann í gallanum að veiða með byssu, ég held að hann er í geggjaður sko. Hann væri örugglega á skíðum líka einhvern veginn. Sér eitthvað vatn og rennir yfir það. En hvernig gengur honum að svona fóta sig í íslensku samfélagi? Er hann bara eignast mikið að vinnum og eitthvað svona?
sko mér er ótrúlega stolt af honum og hann er ótrúlega duglegur vorkenn honum smá, hann er búin að eignast svona eiginlega 3 besta vini sem hafa ekki allir síðan flutt, þú veist, frá Íslandi eða hefur verið maki vinkonu og svo hafa þið hætt saman og þá er það smá svona no-no, sko þannig er svona smá vorkendunum varandi það, sko en hann er voða duglegur og og það er náttúrulega búið að vera mjög mikið að gera okkur, við erum bara búin að vera í uppbyggingu á fyrirtækjum líka, sko en það svona er aðeins fyrir að róast og hann aðeins fyrir að hlaupa núna, sko hann er með markmið 40 under 40, hann ætlar að hlaupa 10 kilometra á 40 fyrir 40 þannig að verða 40 ára í haust já, undir 40 mínútum já, hann er að byrja einhverjum hlaupahópum og... Hvað myndi ég hlaupa á? Ég hlaupi þetta á 44 já, vel gert okay. Þú sko undir klukktíma allavega potið, já 100% Ég veit ekki, Benni er alltaf með ónýtt að hæla, sko þannig að einn hæl já, búin að gera við annan já, en ef þú vilt bjóða honum á rjúpu með Benna, þá bara er þið velkomið að gera Benna vantar alltaf makkir á rjúpuna, sko við bara, hann mætir, sko, hann er gæi sem mætir, þegar hann fær bóð hann bara talandi fallega náttúru á rjúpuviðum, sko þá er þetta að labba á staði sem þú aldrei annars labba á og labba eitthvað óbyðir, það er bara svo leys ég er búin með skotliði síðan 2013 aldrei skotið rjúpu og ég fyrir rjúpu mér finnst bara eitthvað óþælt að vera með byssu ég veit ekki hvað það já, þú ert líklega til að skjóta þig rasa með hana eitthvað svona mér finnst það ekki næ, sko en sko, þú ert náttúrulega marga fylgjendur upplifir aldrei svona eitthvað dassa frægð þú veist, ég gerst undir grín að því að sko, svona minn fylgjendahópur hann er bara við Skógafoss já þú veist, á þessum helstu stöðum á Íslandi, þar er svona fólk sem að fylgja mér þannig að, jú, þú veist, þá kemur fólk og tala við mann og fólk er alltaf voða almennilegt og gaman að, þú veist, lenda á spjalli við fólk og maður hefur alveg líka, þú veist á ótrúlegustu stöðum, reykist á einhvern sem að þekki mann, sko bara í Garðabænum eða ég líka bara í flugvélum og meira útlendingar kannski en íslendingar eða hvað, eða bara allir kongur að því já, ég myndi segja kannski meira útlendingar en líka svona expat sem búa á Íslandi þú veist, þeir eru kannski myndi líka að leita þessar efni bara hvað þeir geta séð og gert á Íslandi og þannig, sko en já, það fyndi samt að vera á ferðalagi landið, sko, því þá verði ég alveg svona smá vör mig, því það er alveg ótrúlegt hvað fólk kannast hann þar og við höfum alveg lent í að myndast einhver röð að taka mynd og þú veist það er algjört álag svo fyrir út úr höfuðborgarsvæðinu þá fyrir fólk að kannast þig Skógarfoss sem er svo grillað þetta er oft þannig með, sko, frægustu íslendingana hinn almenn íslendingur er ekkert mikið að pæla í þessum frægustu, sko, eins og Laufey Lín hinn almenn íslendingur er held jú, kannski núna ég held að ég er alveg starstruck en svona fyrir svona 5 árum síðan þegar við vorum að elda hana, Benni þá var enginn að pæla í henni og Björk Guðmundsdóttir labba bara óaréttin á Kaffi Vest og það er öllum drull, sko það er náttúrulega sem er svolítið cool við Ísland, sko kannski líka ástæður fyrir að sem stórstjórnir er að koma hingað við erum svona cool mesta áreitið það er bara Sveppi sem er mesta áreitið já, örugglega, sko það er örugglega bara miklu meira áreitið nokkuð tíma Björk og Laufey, sko já, þannig að þetta er fyndið eitthvað áhugavert en þú ert líka með eitthvað svona ferðir eins og Grænlandsferð og svona hvað ertu þá að gera? Bara bát eitthvað, en hvað var það? Já, þá er raunin bara selja ferð til Grænlands í gegnum mína miðla þannig að í gegnum það hef ég fengið bara ótrúlega skemmtilegt fólk sem kemur með fyrsta ferðin sem ég fóð til Grænlands þá bókuðu bara konur eða stelpur bara mínum aldrei, sko þannig að það var geggjuferð, bara stelpuferð til Grænlands, vorum á viðarbát að sigla í gegnum, sko þetta er eitthvað dýpsti fjörður Grænlands og þetta er sko svo remote, þetta er bara eitt af mest remote stöðum sem getur ferðast til í heiminum, sko við heimsóttum lítinn bæ sem heitir Ító-Kvortómít og hann er bara eitthvað, þú getur bara farað þarna 2 ára ári, annars er bara hafís þarna í kring, sko og já, ég var svo gaman að fá bara fullt af stelpum að því yfirleitt er svona eldra fólk sem bóka ferð til Grænlands þannig að skipstjórinn var líka bara þetta er geðvikt, maður, við erum alltaf bara einhverju ferð með þú veist, einhverju svona eldra fólki, sko, en þarna var bara bátu fullur af stelpum og það heitu pottur á bátnum, sko, þannig að það var bara kampavín sofið á þessum bát já, þetta er Opal viðarbátur frá Húsavík þannig siglunum bara frá Húsavík til Grænlands svo fljúum við með lítilli flugvél frá Reykjavík flugvél, lendum á einhverjum flugvelli sem er bara
þetta er bara svona drullu svað sko. Stundu getur flugvélin ekki lent þegar bara rigna því það er bara drullu. Ok, er það ekki semst bara í Núk? Bara einhvers annars staðar? Nei, þetta er semst austur Grænland og já, og þetta er styrlu ferð sko. Og getur hver sem er bókað þessa ferð? Getur við bókað okkur í svona ferð með þér einhvern mann eða? Komið á næsta ári. Já, sko, bara ekkert símasamband í viku. Já, geðið. Þetta er bara landið sem er næst manni en maður veit eiginlega ekki það sko. Nei. Það er talandi menningarsjók sko, og það er menningarsjók að fara til Grænlands. Það er það sko, labband inn í súpmarkaðin í Ittu, Kvort og Mít, það er bara Ittu, Kvort og Mít. Það var bara, þú veist, svona iPhone 13 til sölu, mjólk og einmitt, byssa, riffill. Já, byssu sjúkir. Og er garantít að maður sjá ísbjörn eða? Sko, ég er búin að fara tvisvar núna og er ekki búin að sjá ísbjörn, en alltaf vikana undan mér fekk bara eitthvað, þú veist, close-up af einhverjum ísbjörni á ísjaka, sko. En í ár, þá er mitt ár. Já, og hvenær er ferðin í ár? Lok ágúst og ég er núna með 2 báta, þannig að svona 2 bátar að sigla saman, sko. Hver er þá á hinum bátnum? Leo? Já, það væri geggjað, sko, en hann þarf að vera með kids. Já, Já, eiginlega eftir að ákveða það, sko. Já. Ok. En ert þú þá svona rosa mikill farastjóri þessari ferð? Þú veist bara, það er með, þú veist, talandi og lýsa öllu og eða hvernig, eða ertu bara svolítið að hafa gaman með þeim? Þú veist, svolítið svona bara hafa gaman, sko, með smá farastjóra reynslu frá Tyrklands árunum, sko. Jú. En svona, já, ég kannski ekkit voða mikill farastjóri í mér. Í mitt hugafæri er svolítið bara að hafa gaman að þau eru líka með þessar húsbílaferðir sko, og við stofnum það svolítið sem svar við svona gætuðum ferðum, þú veist, allavega okkar kynslóð er bara svolítið svona hver nennir að vera gætaður, þú veist, maður vill kannski ferðast í hóp en maður vill samt ákveði frelsi, þannig að það er svolítið það sem húsbílaferðirna ganga út á, þú veist, við erum 20 húsbílar, keyrum hringinn í kringu landið, en á daginn ert alveg með frelsi til að gera það sem þú vilt, þú veist, þú fær ráðleggingar frá okkur, svo kvöldin, þá hittist við bara einhverju tjaldsvæði og þá er gítar og við erum með varðeld og þá er allir að mingla, allir að grilla saman, þannig að þetta er svona smá þjóðatíðastemning á kvöldin, þú veist, og oft sem einhver bara tekur upp gítarinn og geggjað, sko, en á daginn þá fer fólk bara, sumir fara í fjallgöngu, aðrir fara sko í Jökulsárlón, að því ég persónlega er ekkit eitthvað hrifin að þú þarft bara að elta einhvern gæt bara. Já, góða punktur. Og er þetta aðalega útlendingar sem bóka þessa ferðir? Já, ég held að við fengið 1 Ísling í ferð með okkur, en já, fólk alls staðar að, Bandaríkjamenn mikið, Þjóðverjar aftur. Og hvar bóka maður þessa ferðir? vanlifeiceland.com og svo erum við reynda líka með í Noregi, Vanlife Norway, en það er gott að fylgjast bara með á Instagram aðgangnum mínum að því ég posta þar, sko, ég posta þar Grænlandsferðinni, þannig ég sel það bara í gegnum svona DMs, sko. Okay. Þannig að fólk er bara basically að fara í þess að ferð út af þér, vill hafa þig með sér eða ekki? Jú, sko, þú veist, við höfum gert svona test, þú veist, að því var ólétti fyrra, þannig við þurftum að cancela ferðinni, sko, þannig að þá spurðum við líka kannski bara fara samt. Það er bara nei. En fólk var ekki til í það. Það virðist vera að það skipti fólk máli. Já. En þú veist, fólk er kannski búið að fylgja manni og það er búið að tengjast persóninni og líka einmitt bara með gervigreind, fólk er bara að kreifa þessa mannlegu tengingu og ekkert bara með gervigreind, bara líka, þú veist, fólk er bara að kreifa meira líka mannlega þáttinn, sko, já, bara einmitt og þessa ferðir bjóð upp á það, þú veist, og vinasambönd hafa orðið til sem er bara ennþá virk, sko, sem er geggjað, þú veist. Einmitt. Já. Það er ein stelpa sem fór með mér til Grænlands fyrir 2 árum, hún er núna komin til Íslands í sumar á Vanlife með okkur, þannig að þú veist, þetta er svona. Já, skemmtilegt. Já. En er eitthvað land sem að þú ert eftir að fara til sem þið langar sjúklega að fara til, en ertu ekki ennþá búin að stökkva það? Já, svolítið eftir Suður Ameríku, sko, væri, þú veist, en líka bara svona, já, Patagonia, Suðurskautið, þú veist. Já, hvað þannig, já. Langar Svalbarða í Noregi. Já. Jan Mayen, hefur þú farið þangað? Nei. Ekki það að sé eitthvað spennandi. Hefur þú farið? Nei, en bara ísbyrnir koma mikið þangað. Já, einmitt. Svalbarði í Noregi, er það ekki bara einhver eyja? Jú, nálægt, bara Norðurpólum nánast. Og er eitthvað að það? Einhverja búðir og staðir? Og Svalbard. Það er bara svona ísbyrnir og rostungar. Já, einmitt. Það er svolítið kaldi staðir, fyrir það kannski Suður Ameríku. Já. Segir langar að heimsækja. Já. Það er svona, já, það er gerðinlega... En Afríku, ertu búið með mikið í Afríku? Nei, reyndar ekki. Það er annað klálega, sko. Já. En þú fórst í Mongóliu, eða ekki? Jú. Það hefur verið spennandi.
Það var geggjað sko, mæli með. Ég farið 2 sko, bæði skiptin var ég alveg frekar lengi. Fyrra skipti fór ég til Norður-Mongólíu að vera með svona hreindýra ættbálk. Það var þarna 2015, það var samt rosalegt ferðalag sko, þegar við gerðum þetta allt sjálf. Þurftum að ráða túlk með okkur. Að því þú veist, við töluðu ekki ensku sko. Svo túlkurinn svo latur, nefnt aldrei að segja það sem við byrjum að segja. Æ, skilja það. Það var bara basically þannig sko. Latur túlkur, ekki góð túlkur. Mjög auðvelt að túlka bara eitthvað. Yeah, she was saying that she wanted to go to the toilet eða eitthvað. Nei, þessu ekki. Það er glæsand erfið vinna, þú veist, konstantli að hlusta á einhvern og endur segja. Getið þér sko. En hvernig varst þið maturinn í Mongólíu? Við tölum svolítið það senast. Þið varst það viðbjóður. Mjög erfitt sko, ég bara, borðaði bara keks í mánuð sko. Já. En að þið þeir eiga til bara svona að drepa, þú veist, lömbin, kindurnar eða geiturnar sem þið eru með á landinu sínu. Þið eru oft svona nomadic people, þú veist, þið ferðast og þannig að fyrst sá maður dýrin drepin sko. Þú veist, eitt skipti bara drepin geitin og mér fannst það erfitt sem samt kjánalegt, ég meina við borðum alveg kjöt, þú veist, auðvitað var þetta að drepa á einhverjum tímapunkti. En þú vilt helst ekki horfa í augun á þeim sko. Nei, borðum ekki öll kjöt, ég veit það er þetta. Nei, svona, flestir. Ég meina þetta var alveg umræða þegar við gerum þáttinn Drauminn fyrir sín, að þá slátruðu þeir geit on camera og við sýndum það ekki. Nei, en vorum einmitt í þessari umræði, ég meina það flestir bara kjöt og dýrum er slátrað og þeim bara slátrað svona í Afríku. Já, þetta var þannig atriði sko að við þurftum að velja fyrst lamb, stórt lamb og velja það bara, ok, þetta er það sem við ætlum að taka við og þessum að binda hann og taka hann í bíl. Hún var bundin í bíl og það var sem sagt ákveð að sýna ekki frá því þegar hún var í bílnum. Því það var alveg hellað sko, hún vissi alveg hvað var að fara að gerast sko og maður skynjaði það vel. En svo var hún skilur bara skorin á háls. Það var ekki heldur sýnt. Var ekki eitthvað sýnt samt? Nei, við sýndum viðbröð Sveppa og Péturs við því að sjá hana skorin á háls. Og það er eitt og svo fórum við í ættbálki í Eþíópíu og það var svona litlar krútlegar geitur sem verið að drepa og okkur var náttúrulega bara réttir hnífarnir, ekki svo vel. Þú voru ekki sagt mér þetta? Og átti þið bara að drepa það? Þeim fannst það, þú veist, við voru bara gestirnir eiga að fá að gera þetta og maður svona tók hnífinn og svona nei, ég er ekki alveg til í það en er ég dóni að segja nei, skilur við maður veit ekki alveg hvernig fólk tekur þessu en við svo útskýrum fyrir við erum ekki vanið þessu þannig að please, vilt þú drepa geitina, ekki ég? Já, þetta getur erfitt Það er náttúrulega sérstu tækni líka þú veist, ef að ég hefði bara skorið geit á háls þá hefði hún bara kvalist örugglega lengi sko. Ekki það þurfum eitthvað mörk ræða þetta en... Nei, ég var ekki búin að heyra þetta, mér finnst það áhugavert en samt sko, þú veist, í þessum fjölskyldum, þá er líka bara allt nýtt af geitinni sko, það var ekkert það var engu hent, þeir nýta allt, þeir nýta inneblin þeir nýta, þú veist, feldin þannig að þú veist, þarna er þetta bara mjög sjálfbært og í rauninni bara fallegt í rauninni bara fallegt og maður á kannski bara að actually sjá þetta, þannig að maður kannski líka bara tengi við, þú veist Já, í grunninn, en voru þeir að steikja bara á pönnu geitakjöti hjá þér eða? Nei, bara öllu skellt í pott og þetta verður svona grátt Já, ofsóðið bara Já, bara soðið, ekkert krydd engin sósa, ekkert, bara slengt á disk og ég á svo erfitt með þetta og einmitt svo einmitt hestamjólk eða hreindýramjólk svona heit komin Já, ég get ekki heldur Ég átti mjög erfitt með þetta en þeir sem voru að ferðast með mér voru bara svo duglegir að, þú veist, borða matinn og bara lofsa með þetta og ég var bara, oh my god Þetta er partur af upplifuninni vantarlega Þetta er það sko, en ég bara Ég klíf ekki alls sko, ég get þetta ekki sko Ég borðaði svona apaheila í Kína sko Já, ég bara stoppaði það sko Var hann segur? Ég gat ekki kynkt honum sko Hafið farið í svona hot pot dæmi veitu hvað það er? Svona pottur í miðunni og það voru apaheilar sko sem við fengum og ég sauði hann eitthvað og svo var ég að reyna eitthvað tyggjan og kingjan og ég bara gata ekki sko Það hljóma bara svona svo næsta heimsfaraldur Já, manni finnst apinn eitthvað svo nálægt sér sko þetta er svo líkir manni þetta er svo líkt bara manns heila ég átti þetta með það sko og allt svona framandi svona dót sem maður ekki vanur að borða mér finnst það erfitt sko. Pöttur líka hafið borðað pöttur? Nei Jú, eitthvað, manni hvað var Kakalaka? Nei Nei, við vorum að geta það í drömnum
Já, ok. í Filipsheim. En er það eitthvað viðbjóður? Er ekki búið að þurrka þetta upp og þetta er bara svo snakk? Jú, þetta var keypt bara einhverjum veitingastað sem bara eldar pöttur, sko. Já. Þetta kom bara, þú veist, á einhverjum bara flottum diskum og bara pakkaði inn í einhverja pakningar, sko. Þegar maður er ekki vanið þá finnst maður að viðbjóður, sko. Já, en svona framöndan í sumar og svona, því að við erum að pæli að fara í svona, tjald útilegu með krakkana, gera eitthvað rugl. Ertu með eitthvað svona ráð? Hvað við ekki að gera og hvað eigum að gera? Hvað er svona... Sko, áður nú segir það, þá var hugmyndin mín að vera í mánuð. Og við höfum ekki ferðast áður, veist, í tjaldferðalögum áður, við bara höfum hvorið tjaldað ever. Þannig að fyrsta spurning, er mánuður of langt með 3 börn og mann? Það er mjög... Flest börn undir 5 ára. Oh my god. Já, við erum ekki að fara að gera það, heyri. Það er mjög metnaðarfullt, en ég bara segi go for it, sko. Því við verðum bara breyttir menn eftir þetta. Við meðum heldur ekki skemma, sko, fyrir okkur upplifuna að fara í svona ferðalag, sko. Og ekki fyrir börnunum líka. Nei, hvað myndir segja að vera svona viðráðanlegur tími? Já, svona í dögum talið, þegar þú segja 10 dagar. Ég myndi elta veðrið, sko, að það er ekki bara krúsjál, þú veist. Ef það er gott veður, þá náttúrulega endist þið lengur ef allt er blautt og krakkarnir blautir. En ef það er bara óslega gott veður á höfuðborgarsvæðinu, ef það bara fara inn í Hvalfjörð og vera það bara í 10 daga? Já, labba Glim og... Já, einmitt. Já, maður þarf kannski ekki að vera eitthvað endilega langt í burtu. Nei, sko, en eitt galli við þetta dæmið, sko, því ég þarf að komast austur, þú veist, á ákveðnum tímapunkti. Þannig ég get ekki alveg verið alltaf veðrið, sko. Það er nú oft gott veður fyrir austan, sko. Já, ég myndi bara fara í Austfirðina og Hálendið er alltaf geggjað, sko. Það er alltaf kannski aðeins meira ekstrím, það er svona yfirleitt kaldara þar, sko. Þá þarfum við að vera með einhvern jeppa og upp einhverju dóti okkur svona. Þetta er Vestmannaeyja, tjald í Dalnum. Já, það er gott sjátt, sko. Er ekki líka svona, ef maður ætlar að finna einhverja svona náttúruperlu eitthvað svona sem enginn veit af, það er ekki til lengur. Nú vita allir af öllu. Já, mitt. Það er alveg svona aðeins meira að fara að gerast, sko. Ef ég hefði svarað þess fyrir nokkrum árum, þá hefði ég sagt það en þá fyllt til, sko. En jú, það er alveg rétt, sko. Eða líka, þú veist, það er svona verða meiri infrastruktúr alls þar, finnst mér. Borga fyrir bílastæði og svoleiðis, sko. En jú, þið farið til dæmis austur og vestfirðina, mér finnst nú vestfirðinni mjög ósnortnir, sko. Mikið að fallegum fjörðum þar og heitum laugum, þú veist. Það er náttúrulega líka krúsjál þegar þú ert í útilegu, sko, geta farið í heitu laugarnar og það er svona endurnæri mann. Rísettar, allt saman. Svitalektina og allt þetta. Mér finnst vestfirðin geggjaðir í útilegur, sko. Ég ætla að þangað í sumar. Já, áttu eitthvað leynist að það sem þú mátt gefa upp eða? Nei, ætlar bara að fara á Ísafjörð og vera þar í kringi eða? Það er svo mikið af stöðum, sko. Bara minnst alltaf æðislegt að fara á Flateyri. Við fjölskyldan erum þar einmitt oft bara, við erum alltaf þar 1 mánuð að vetri til, sko. Einhver tenging við Flateyri eða? Í raunin ekki, sko. Við bara, frekar svona snemma í sambandin okkar Leós að þá fórum við að einhvern veturinn að skíða, sko. Svo ég alltaf fyrir hundi og segja Leo, svona glaðan golden retriever. Hann heitir líka, Leo er smá hundarnafn. Sko, smá. Máum minn heitir Leo. Já, frændi mig líka. En þú mátt ímyndaði golden retriever, sko. Það er bara nær honum mjög vel, sko. Alltaf peppi allt og... Það er bara rós, alltaf glaður. Alltaf glaður og alltaf orku mikið. Tunguna úti alltaf. Já, nánast, sko. Það brosir mjög mikið, sko. Já, ok, það er endar. Vá, ég hef hitt hann að gæja. En ok, stemma í sambandinu þá farið þið þangað? Já, á Flateyri og þetta er bara geggjaði staðir. Bara fjöll allt í kring, Önundafjörðurinn. Við bara urðum ástfangin á þessum stað, sko. Þannig að við hugsaum bara að reyna að eyða mánuða ári hér að lágmarki, sko. Þannig að við gerum það og eigum kannski sumurinn svolítið eftir þannig. Það er þetta að fara nýra á bryggjuna, fara að synda í sjónum, svona hvíta strendur, bara æðislega staður, sko. Já, ég var til í það, sko. Þannig að ef við förum hringinn, förum við þá vesturði? Já, spurning, ég fór... Það er svolítið útudúr. Ég kerði vestfirði fyrir 4 árum, sko, og ég er alveg smá bílhrættur, sko. Sem er algjör föllun, sko. Ég skil ekki af hverju ég byrja að vera bílhrættur allt í eitthvað 35 ára. Ertu bílhrættur þú ert sjálfur að keyra? Já, ég keyra þetta niður á Rauðasandi og ég ætla aldrei að gera það eftir, sko. Nei. Ég hef keyrt þetta, eða væntar, ég ger það fyrir þú. Þetta er alveg smá skeri, sko. Og vestfirði er svolítið svona remote, þú veist, það er ekki alltaf bara malbyggaði vegir og svona. Það voru suma brekkur þar sem ég var bara eitthvað, please, þú verður að ná upp, þú verður að drífa. Þannig að ég þarf svolítið svona
anda inn sko áður en ég fyrir að kera aftur Vestfirði Já. en þetta er geggjað staður sko þannig að ég Vestfirðir var verða- til í það sko já. Ég segi að það verði á listanum. já, Það er bara þannig. já, einmitt Ása, takk fyrir komuna, gaman að fá þig. Já, takk Og fyrir að fá þetta mig. var nú samt öðruvísi viðtal heldur en við tókum í upphafi. Algjörlega. 100%. Þetta var alveg annað sko. Já. Og eiginlega bara miklu betra. Já, Ég held að, er eitthvað sem þú vilt svona koma til skila, til hlustanda áður en nei, við kveðjum? bara gaman að koma í setna skiptið, sko. Já. Ég mér les maður sér að jinxa þetta síðast af því ég spurði þig á undan, Já. sko, er ekki stressandi að gleyma ít á rekk? Já, einmitt, og svo bara glemdist það Já, glemt sér ekki rekk. Nei, það er svona einföld útskýring á því Já, Já, við förum ekki út í það nú. nei. Herðu, þú En bara- flottust Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk. Sömuleiðis.